Birgir, þetta endaði ekki eins og þú hefði vonast, væntanlega? Nei, alls ekki. Við ætlum að sýna þetta góðan leik, berjast af krafti, spila skynsamlega og það var ekkert til að þessu í fyrri hálfleik. Fyrir hálfleikurinn skelfilegur, Chris Anderson kom sterkur inn þarna og breytti leiknum, þeir voru konir inn í þetta, hvað gerði svo? Ætla pústa það ekki bara út. Við spilum að fáum mönnum og það vantar bara framlag frá fleirum heldur en honum. Það er ekki nóg eitt sem að þessu skorið allt. En þetta er náttúrulega tapaðist í fyrri hálfleik á lélegri vörn eða engri vörn. Pressan var líka svolítið erfið, þið áttu erfitt með að leysa úr henni, fannst mér hérna. Já, ég er mjög hissa hvernig við leystum þetta allt í kvöld. Því það kom okkur ekkert óvart í þeirra leik. Þeir eru búin að spila svona í allan vetur. Við vorum að fara aðeins í gegnum þetta og já, bara vantaði skynsemi í okkur leik. Þið eru að fara til Reykjavíkur og spila á móti Val. Hvernig heldur að þið verið stemdir í þann leik? Já, ég vona betur stemdur heldur en núna. Þetta er svipað lið, jafnvel erfiðara heldur en Fjölnir. Og þess vegna verðum við bara að koma allan með hjarta, með baráttu, með kraft. Og ef maður skilur allt eftir á gólfinu þá bara verðum að vonast að úrslitin eru góð en þetta bara er ekki boðlegt hérna heima. Heldur þetta enda svona ef Kjartan hefði verið með? Það hefur kannski verið fleiri þá svona chippað inn í skorið. En eins og segi, vörnin 53 stig í fyrri hálfleik er bara ekki nóg gott. Birgir, þakka þér fyrir og gangi ykkur vel.